Takk. Nú, ég ætla að tala Internet of Things og ég víst ekki svo fyrst í dag. Það var talað Internet of Very Bad Things í morgun og hvernig væri hægt að hakka svona ýmis heimilis hjálpartæki og eitthvað fleira þannig. Þannig að þetta á svipuðum nótum hjá mér. Samt ekki sami vinkillinn. Ég hef svona undanfarin 25 ár sérhæft mig í öryggismálum og ég horfi á hluti svolítið út frá sjónarhóli öryggis. Staðreyndin sú með allt þetta Internet of Things dæmi að öryggismál hafa orðið svolítið út undan þar. Menn hafa verið að hugsa að koma upp sniðugri tækni, leysa sniðuga hluti en ekkert endilega verið að hugsa að leysa þá á hátt sem öruggur. Til þess að skilja Internet of Things þá þarf maður að skilja hvernig það verður til. Þannig að núna fáið 2,5 mínútu hraðsoðið yfirlit yfir tilurð Internet of Things. Ég geri ráð fyrir að það séu hluti sem flestir viti en kannski ekki allir og kannski ekki alveg allt. Í upphafi var internetið, reyndar í upphafi var ARPANET. ARPANET var til þegar 4 tölvur voru tengdar saman. Á þeim tíma datt engum í huga þetta eftir að þróast yfir í milljónir eða milljarða tækja. Fyrsta tækið sem ekki var tölva eða hreinn tölvubúnaður sem var tengt við internetið var kóksjálfsali í háskóla. Það var mikið drukkið af kók þar í tölvudeildinni og graduate-nemendurnir, eða framhaldsnemendurnir, þeir höfðu það hlutverk að fylla á sjálfsalan. Og eitt þeirra var svona dálítið mikið í yfirþyngd, skulum segja, og nefndi eiginlega ekki að standa upp frá sínum búnaði og fylla á sjálfsalan oftar en hann þurfti. Þannig að hann bjó til lítið tæki sem hann tengdi við sjálfsalan sem bara skynjaði hvort það kviknaði á perun sem sagði að sjálfsalan væri tómur og tengdi þetta sína á tölvuna og breytti fingerskipinu en hann gat gert fingerkók og annarkvort var notandinn kók til eða lokkaður inn eða ekki eftir því hvort kóksjálfan var tómur eða ekki. Sumir líta á þetta sem upphaf Internet of Things en það nú kannski ekki alveg marktækt því að upplýsingaflæði þarna var bara í aðra áttina. Það var upplýsingaflæði frá tækinu til tölvunar en það var engin stýring. Það var ekki hægt að stýra sjálfsalan. Til þess hefði þú lítið sett vélmenni sem hefði matað sjálfsalan. Fyrsta tæki sem var stýrt á interneti sem var svona stýrt sem ekki var tölvubúnaður var brauðrist. Það er löng hefð fyrir því að búa til internettengda brauðristar. Í dag hægt að fá brauðristar með iTunes innbyggðu, það er að fá brauðristar með minni sem muna svona mismunandi notenda, hvort þessi notandi vil fá léttrista brauð með glútínlaust eða hvernig það nú er. Það er að fá brauðri sem svona ristar veðurspána á brauðið og þetta stilla hann á að vekjar klukkan vekur þig, kveikir og svo kveiknar leiðin á brauðristinu og brauðristinu með brauðið tilbúið þegar þú kemur niður og annarkvort svona mynd af skýi eða sól á því. Ekki mikill markað fyrir það, en já, ok. Já, og þessi nýjasta brauði sem kostar bara $99.99 eins og kemur fram þarna. Internet of Things, hugtæki sjálft, í núverandi merkingu verður til þegar verða að halda vörukynningu fyrir Procter & Gamble fyrirtækið sem framleiðir allt frá Always dömubindum, Ariel þvottefnis, Crest tannkrem og óheyrilegan helling af notendavörum og þurfti að fylgjast með miklu af hráefnum og vörugámum og öðru þannig á ferðinni og þeir notuðu þetta RFID og voru með handskynjara og annað þess áttar og það var byggt upp kerfi í kringu þetta allt saman og við þá kynningu var þetta Internet of Things fyrst notað. Eitt enn sem þurfti til að byggja upp internetið voru samskipti milli tækja. Fer bara hundavæðið þetta, áhugaverð efni kemur allt seinna. En þetta hérna er eitt dæmi það, þessi svokallaði MQTT samskiptastaðall. Sameinuðu þjóðirnar minntust á Internet of Things í skýrslu 2005, en þarna erum við ennþá í þeirri stöðu að það engir nema tæknimenn sem í rauninni hugsa þetta hugtak. Hinn almenni notandi heyrir ekkert minnst á þetta Internet of Things. Hann veit hvað internet heldur reyndar internetið sé sama á Facebooki sem hann notar, eða allt hitt, en hefur aldrei heyrt minnst á Internet of Things. Aðrir nettengdir hlutir fara að koma fram, sjálfkeyrandi bílar frá Google.
Hérna kemur síðan einn lykill komponent í þessu, það með Bluetooth, ekki beint internet sem slíkt, en samtengd tæki sem tala saman og Google Mesh, Bluetooth Mesh síðan tækni sem leyfir tækjum að tala saman yfir lengri vegalengdir heldur en einföld Bluetooth-tenging, einfaldlega á því að tæki A tala við tæki B sem tala við tæki C og svo framvegis. Og þannig geta þessi tæki unnið saman við að dreifa upplýsingum yfir langar vegalengdir. IPv6 síðan síðasti komponentin sem þurfti til þess að raunverulega búa til Internet of Things, gera það að veruleika. Því að þá ekki lengur með 4 milljarða tækja hámarksfjölda, heldur einhverjulega óheyrilega stóra tölu. Að vísu, það ekki nema held ég 1/8 af henni sem nothæfur sem IP-tölur af einhverjum ástæðum. Það svona kvaðir á því að einhverjir bitar verða að vera 0 og eitthvað hlera þannig. En þarna höfum við möguleika á að setja sér IP-númer á, ef við viljum, á hreint út óheyrilega mikið fjölda tækja. Það sem síðan gerist, og þarna erum við raun að komin að því sem ég ætla að fara að tala að hinn almenni notandi, hann heyrir ekkert Internet of Things fyrir en það fara að misnota það. Fyrir en það fara að gera eitthvað sem veldur fólki vandræðum, þá kemst þetta í heimspressuna og fólk fyrir að líta á þetta sem vandamál þegar það eitthvað sem hefur áhrif á það sjálft, en ekki fyrir. Þetta ekkert einstæmi með Internet of Things, þetta bara mjög algengt með flestallar tækni. Og þá skulum við skoða öryggismálin. Af hverju svona mikið skrítin öryggisvandamál á þessu Internet of Things sviði? Ein ástæðan svo að mikið af þessum tækjum sem eru framleidd eru mjög ódýr fjöldaframleidd tæki. Það ekki hægt að hafa mismunandi, þú ert með ljósaperur. Þú fer ekki að setja mismunandi lykilorð á hverja einustu ljósaperu. Það eru fjöldaframleiddar 1 milljón ljósaperur á allar eins. Eitt master lykilorð fyrir allar. Annað sem gerist líka með þessa fjöldaframleiðslu að einhverjar kannski búin að þróa tæki eins og, kallað Linux on a chip og fyrir einhvern ákveðin búnað, segjum heimabíó. Fínt. Svo fara svo sami að framleiða eitthvað allt annað tæki sem líka þarf tölvu til að stýra hlutum. Fer hann að þróa nýjan búnað eða bara tekur hann það sem hann á. Það inniheldur vísu eitthvað drasl, maður þarf ekki að halda, en það ódýrara með nota þetta. Það út af því að hinn almenni notandi lítur ekki á öryggi sem vandamál og ekki tilbúin að borga aukalega fyrir öryggi, þá ákveðin press á að vera ekki að eyða peningum í öryggi. Ég fæ ekki, framleiðendur líta þannig á, þeir fá ekki aukalega fyrir að gera búnaðinn sinn öruggan, af hverju þá í endiminn að vera að eyða einhverjum peningi í það? Nei, framleiðum þetta ódýrt og seljum þetta Bandaríkjamönnum það. Ekki málið. Síðan þetta, eins og ég sagði, notendur gera sér ekki grein fyrir öryggisvandamálunum. Fyrir 2015 held ég megi segja, þá var varla nokkur maður sem hafði heyrt af öryggisvandamálum í þessum Internet of Things dæmum. Leiðréttist, ekki nokkur maður fyrir utan svona tæknigeiran. Við sem erum í þessum bransa daginn og daginn vitum af þessum hlutum. Við lesum þessar fréttir, en hinn almenni Jón Jónsson, það verður bara að segja eins og Hann fer ekki að hugsa þetta nema þetta snerti hann eða sé eitthvað sem hann hugsaði þetta gæti komið fyrir mig. Fyrir marga þá var þetta fréttin þegar var brotist inn í einhver svona baby monitor og fólk vakna upp í það að voru einhverjir svona barnaperrar að gefa börnum þeirra fyrirmæli í gegnum einhver tæki svefnherbergjunum. Sú frétt komst í heimspressuna. En almennt séð þetta sama viðhorf kannski ekki bara út af skorti á tæknilegri þekkingu, heldur líka út af mjög svo almenna hugafari. Það kemur ekkert fyrir mig að menn voru ekki, eða litu ekki á þetta sem vandamál í neinu skilningi. Ég talaði um fjöldaframleidd tæki. Hliðarverkun af því að default uppsetningar á mjög mörgum tækjum eru oft mjög svipaðar. Og kemur neitt aftur því seinna því að tala um Mirai, en hlutir eins og default lykilorð mjög útbreitt mál. Og það sama, ef þú kaupir þér, segjum,
heimabíó eða ískáp eitthvað þannig. Ferð þú, eða fer hinn almenni notandi og les leiðbeiningarnar þar sem stendur með smáu letri á síðu 58, mikilvægt að skipta lykilorð strax og tækið hefur verið sett upp? Nei, hinn dæmigerði notandi ger ekki, hann stingur tækinu í samband og fer að nota það. Hann hugsar ekki tölvuöryggisvandamál eða Internet of Things öryggisvandamál. Erfitt að uppfæra af tækin. Hvenær fóruð síðast að sóttu öryggisuppfærslu fyrir ískápin ykkar? Í alvöru, þetta raunveruleg spurning sem varðar marga ískápseigendur, sérstaklega sem kaupa ískápar frá Samsung. Vissu ekki að verða að fá öryggisuppfærslu fyrir þá? Þannig það. Skortur á reglugerðum. Það aldrei skemmtilegt með reglugerðirnar. Það mikið deilt akkur þessa dagana hvað muni vera gert í reglugerðum öryggi Internet of Things í Bandaríkjunum. Því að helmingur þeirra sem hefur skoðun á þessu máli segir, það verður ekkert gert. Trump svo mikið á móti reglugerðum. Hann vill afnema 2 reglugerðir fyrir hver einustu reglugerð sem hann setur. Hinn helmingur segir, já, en Trump veit að það eru vondir Kínverjar sem standa á bak við þetta allt saman og Trump kemur til að setja heilmikið af reglugerðum til að stoppa Kínverjana. Men vita hins vegar hvað ESB mun gera. Það mun setja nefnd í málið til þess að skrifa áfangaskýrslu eftir 2 ár sem síðan leiði til þess að reglugerðir var sett eftir 5 ár dót sem var úrelt fyrir 3 árum. En það annar mál. Bírókrasi eins og hún gerist best. Nú ætla ég að renna í nokkur áhugaverð case hvernig hluti voru hakkaðir og hvað þeir gerðu. Vissu þið að 1,4 milljónir bíla frá Chrysler voru innkallar út þegar í ljós kom að það var hægt að fjarstýra þeim. Hinn dæmigerði meðalbíll í dag með mjög miklum tölvubúnaði. Meðalbíllinn í dag með meiri reiknigetu heldur en meðal heimilistölva fyrir 20 árum. Já, jafnvel styttri tíma en 20 árum, en hann með mjög mikla reiknigetu. Í sumum bílum eru alltaf 200 mismunandi hluti sem hægt að stýra. Allt frá hraðanum á vinnukonunum yfir í sjálfskiptinguna. Það var gerð mjög áhugaverð prófun með svona bíl sem var hakkaður og mjög áhugaverð grein í tímaritinu Wired, ef þið lesið það. Það var lýst í smáatriðum og áfallinu sem fékk sem sat í bílnum þegar vinnukonuna fór í gang og það var slökkt á bremsunum og þannig þegar hann var að keyra á hraðbrautinni. Bílir enda út í skurði, eins og sjá má. Málið það að það var hægt að stýra öllu nema stýrinu. Eða réttar sagt, það var hægt að stýra öllu nema stýrinu, nema bílinn var að fara aftur á bak. Ef hann var að bakka, þá var þetta stjórnaði hvernig hann beygði. Ef hann var að gera beint áfram, þá var ekki hægt. Ekki spyrja mig af hverju. Ég held að þetta stengi eitthvað sjálfvirkum forriti til að sem gat lagt í stæði. En allavega, það var hægt að láta fjarstýra bakki. Í dag þá hópur að vinna í því að finna hvernig þetta fjarstýra 40 tonna stórtrukkum með trailera. Það sem merkilega að það miklu auðveldara ef þú kemst einu sinni inn á þá að stýra því að þeir eru einhvern sérstakann staðal samskipti milli tækja í trukknum, JDT eitthvað, ég man ekki númerið, sem fólksbílar venjulega hafa ekki. Þar þarf að endur finna upp hakki fyrir hver einustu bíltegund. Trukkarnir eru miklu auðveldari en það verður ekki ennþá fundist leið til að fjarstýra þeim. Þú þarft að komast inn og stinga einhverju tæki USB-tengi í bílnum til þess að geta ná stjórn á honum. En með fólksbíluna þá gastu gert þetta og þessi ákveðni bíl þarna, hún var fjarstýrt úr margar kílómetra fjarlægð. Mirai. Mirai var það sem kom öryggisvandamálum í Internet of Things sviðinu virkilega í heimspressuna. Mirai mjög einfalt forrit. Ef þið viljið þá getið fara að skoða forritið. Ég kem aftur á því seinna. En í rauninni Mirai bara brute force hacking á passvörðum. Það hefur innbyggðan lista 60 username password samsetningum. Prófar þær á random IP-tölum. Já, með ákveðnum fyrirvar, það reynir ekki að brjótast inn hjá IP-tölu sem tilheyra póstþjónustunni í Bandaríkjunum eða bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Prófa hvað sem annað. Og þetta gekk alveg sérstaklega vel til að brjótast inn á öryggismyndavélar og svona baby monitors og annað þess áttar. Höfundum í Mirai sagðist hafa náð alltaf 380.000 tækjum á
í einu. Eins og Mirai virkar reynda þá dettur hann út ef tækinu reboot eða kippt úr sambandi. Þetta fer bara í RAM á því. En svo ef tækið sett í samband aftur og nettengt þá koma venjulega inn aftur innan nokkura mínútna. Mirai var meðal annars notað til að gera denial of service árás á Krebs Security. Krebs Security vefsíða sem ég lít á sem skyldulesningu fyrir alla sem í öryggisbransanum. Hann mjög öflugur á þessu sviði, en það hefur hann mjög oft orðið skotmark hinn á þessara aðila. Hann var til dæmis eitt af fyrstu skotmörkum svo nefndur swatting í Bandaríkjunum. Swatting sem sagt það að tilkynna gíslatöku eða óðan byssumann og senda öryggissveitin eða sem sagt SWAT-tím heim til viðkomandi og hrekja hann fram úr rúminu miðjanótt með vopnaða lögreglumenn yfir sér. Mjög vinsælt í Bandaríkjunum. Mirai var líka notað til að ráðast á hýsingaraðal í Frakklandi. Engin veitir af hverju nema vera skildi af því að sá hýsingaraðali hýsti Wikileaks. Þetta vekur upp spurningum af hverju var Mirai skrifað, fyrir hverju var Mirai skrifað og svo framvegis. Sú spurning var ennþá meira áberandi þegar höfundur Mirai póstaði skeyti sem þið sjáu kannski, ég veit ekki alveg hvort ég geti lesið það, en viðkomandi sem kallaði sig Anna Senpai, kvenmannsnafn, hvort sem eitthvað að marka það eða ekki, sagði efnislega: ég búinn að ná mínu markmiðum, ég búinn að hafa nógan pening á þessu og nú ætla ég ekki að gera meira í þessu og hérna megið fá source-kóðan. Ef þið googlið bara Mirai source þá getið fundið hann inn á GitHub og mörgum öðrum stöðum, hann út allt. Það að source-kóðinn komin þarna út allt, hér þetta það mjög auðvelt að búið til nýjar útgáfur á hann og það hafa margir nýtt sér. En menn samt að velta fyrir sér af hverju var hann skrifaður og þetta með peningana það rétt? Var kannski einhver aðili sem borgaði höfundunum fyrir að þróa þetta? Var það gert sem svona proof of concept? Var þetta gert í einhverjum öðrum tilgangi? Af hverju var verið að skrifa þetta? Eða var þetta kannski bara til að fá athygli? Það þetta mjög algengt í sem bransa að menn gera eitthvað svona bara til að fá einhverja þokkalega athygli. Mirai var síðan tekin á endurbættur og eina af þessum endurbættu útgáfum var síðan notuð í nóvember á síðasta ári til þess að brjótast inn á ráðherra í Þýskalandi. Endurbótin fólst meðal annars í því að það var ekki þetta nota áfram svona password-hack og ýmislegt fleira en þetta notaði líka annan fítus sem var að uppfæra hugbúnaðinn, firmware í ráðhernum. Og að sjálfsögðu eins og menn gera, þegar þeir gera þannig, þá það fyrsta sem þessi uppfærsla gerir að slökkva á uppfærslu. Deutsche Telekom hafði rekið þessa ráðherra í rauninni og hafði uppfært þá yfir netið. Nema hvað að það var ekki hægt lengur og þeir voru dauðir. Þannig að það sem þurfti að gera þurfti að fysiskt að senda starfsmann á hvern einasta stað þessum 900.000 til að skrúa ráðinn í sundur og íta einhver takk eða eitthvað inn í honum og breyta síðan default passwordum sem var á þessum sjálfgefna lista, 1, 2, 3, 4, 5 held ég hafi verið. Mjög vinsælt password, mæli með notið það ekki. Dín. Þá erum við komið með það sem virkilega fekk fólk til að veita þessu athygli. Eins og ég sagði áður, fólk hugsar bara það kemur ekkert fyrir mig. Og þarna kom eitthvað fyrir hinn venjulega notenda sem bara hangir í tölvunni sinni, horfir á Netflix og whatever. Því að það sem þessi árás gerði, Dín sem sagt DNS þjónusta í rauninni í Bandaríkjunum og það var gerð stærsta denial of service árás sem nokkuð tímann hefur gerð. Traffíkin fór yfir 1 terabita á sekundu. Þetta var stærsta árás sem hafi sést til fram til því tíma var að ég held 0,9 terabitar, en þessi fór yfir 1 terabita, 1,2 ef minni rétt. Og þetta þýddi að hitt og þetta fór niður. Það eru með mjög vinsælegar síður og vefsvæði eins og Twitter, PayPal, Spotify og Netflix. Þetta dugði virkilega til að heimspressan tæki eftir þessu og þetta dugði til að hinn almenni notandi færi að hugsa öryggismál.
það þarf eitthvað að koma fyrir til að menn hugsa því að, eins og segi, það bara staðreynd. Þetta sparkar aðeins í fólk og fær það til að hætta að hugsa, það kemur ekkert neitt fyrir mig. Það hefur komið eitthvað fyrir þig. Þú varst netsambandslaus. Hvað myndir gera þetta verið varanlegt? Þú getur aldrei hort á Netflix lengur. Panik. Það sem hins vegar áhugavert við dýnárásina, að það ekki vita hverju stóð á bak við hana. Með flesta svona árásir þá eru alltaf einhverjir sem koma fram og svona eigna sér heiðurinn. Það var ekki þessu tilviki. Það kom að vísu 2 tilkynningar, önnur frá aðila sem sagðist vera anonymous, en síðan kom önnur frá öðrum aðilum sem líka sagðist vera anonymous og sagðist ekki standa á bak við þetta. Hugsanlega einhver klofningshópur, hugsanlega einhverjir fyrirverandi anonymous félagar, hugsanlega einhverjir sem vilja koma óorði á anonymous. Ég veit ekki. Menn eru svona veltið svo aðeins fyrir sér, hverjir voru raunverulega á bak við þetta og hvað var. Menn eru líka veltað sér fyrir sér hvort þetta hafi bara verið æfing fyrir eitthvað stærra. Bara til dæmis einhver erlendur aðila að reyna að komast að því hvort það var hægt að taka niður internetið í Bandaríkjunum. Það hefur komið fyrir áður að hafa verið gerað svona denial of service árásir sem hafa tekið niður internet í heilu landi. Rússneskir hakkarar eru til með sterklega grunar að hafa á sínum tíma efnislega tekið niður internetið í Íslandi. En þetta eitthvað svipað? Sumir vilja kenna Kínverjum þetta, sumir vilja kenna einhverjum sem ætlar sér að standa fyrir að svona fjárkúgunar operation í framtíðinni. Það verður ekki vitað fyrir víst. Nú, já, ekkert voðalega margar mínútur eftir, en ég lofaði að tala ískápa og ljósaperur. Og núna kom ískáparnir. Samsung býr til mjög góð ískápa. Og þar á meðal ískápi sem heitir RF28HMELBSR. Ekki spyrjum að hverju Samsung skýri ískápinu sína svona nöfnum, en það gera þeir. Þessi ískápur með Spotify. Nei, hann með Pandora. Pandora fyrir það sem ekki þekkja það, ég ger náttúrulega flest þekkja, en fyrir það sem ekki þekkja það, þá þetta tónlistarveita svipið og Spotify. Spurningin hvað í ósköpunum hefur ískápur að gera með tónlistarveitu? Það út af þessum gífurlega öflugu hátalarankerfum sem alltaf innbyggð ískápa? Nei. Það því að notendur krefjast þess að ískápurinn byrja að spila tónlist þegar opnar miðja nótt? Nei. Það skyldi þó ekki vera að væri út af því að þessi ískápur notar svona efnislega það sem kallað Linux on a chip, sem bara, eins og nafnið segir, bara embedded útgáfa Linux með heilmörgum öppum og forritum innbyggðum. Og fyrir algjöra tilviljun þá það sama endimisrásin og notað í heimabíónum þeirra. Algjör tilviljun að sjálfsögðu. En þar kannski viti að hafa einhverja þjónustu eins og Pandora. Þetta kemur aftur að þessu sem ég tala upphaflega. Það verður að endurnýta hluti og þessi endurnýting hefur í för með sér að það sett inn oft heilmikið ónauðsynlegu drasli inn á tæki. Ef það finnst öryggishóla í heimabíónum, þá þetta merkilega við þetta að það sama öryggishóla komin í ískápana. Það eru dæmi sem sagt, það ýmislegt fleira. Þessi ákveðni ískápur, hann fyrir utan að vera með Pandora, þá hann líka með tengingu við Google Calendar. Og til þess að nota þá tengingu, þá þarf að gefa Google auðkenni sem þýðir efnislega Gmail, usernafni og passwordið. Ef þú getur brotist inn á ískápinn, sem hægt að gera með svona brute force hacking, þá getur þú skoðað Google aðganginn því að hann geymdur í rauninni ódulkóðaður, eða traffíkin ódulkóðaður þannig einhver staðar í kerfinu. Og þetta stela þessum auðkennum. Þú getur notað það til að brjótast inn í Google Wallet eða eitthvað þess áttar. Ískápar, já, það var ruslpóstsending, svona smá, ekkert stór, ekki nema 100.000 tæki sem voru sendað ruslpóst 2013. Og þegar mann voru að skoða þetta eftir þá kom í ljós að þetta voru ekki bara tölvur og snjallsímar eins og hafði verið algengast þá, heldur líka ýmiss konar Internet of Things tæki. Fékk litla fjölmiðlu umfjöllun á þeim tíma, enda ekkert svona sérstaklega merkilegt, ruslpóstur ekkert fréttaefni lengur. En það kom í ljós að inn í þessu voru líka ískápar. Og þá spurningin, vissi til dæmis eigandi þess ískáps að ískápurinn gæti verið að senda póst? Í fúlust alvöru? Væntanlega ekki. Jú, ískápunum með nettengingu, en
bara það að sjá sambandið þetta milli. Ísskápurinn með nettengingu, ísskápurinn getur sendt póst ef hann langar til. Þetta ekkert auðséð. Fólk hugsar ekki út í þetta. Fólk hugsar ekki. Það kannski stóra vandamáli. Að lokum, enda tíminn að klárast hjá mér, þá eru ljósaperurnar. Og það eru 2 skemmtilega dæmi ljósaperur. Annað ósköp einfalt. Það eru Osram ljósaperurnar sem stýrt einhver appi og appið svo illa skrifað að það geymir Wi-Fi passvortið ódulkóðað. Ekkert sérstaklega merkilegt við það. Þú þarft að stela símanum til að komast inn á Wi-Fi og ekkert merkilegt. Hitt dæmið eru öllu áhugaverðar, öllu skemmtilegra. Þarna erum við að tala lítið öryggisfyrirtæki í Ísrael sem vildi koma sér á kortið. Til þess að koma sér á kortið sem öryggisfyrirtæki þá þarf að hakka eitthvað skemmtilegt eins og þessi hjálpartæki sem voru að tala í morgun eða það sem þessir aðilar gerðu. Þeir völdu sér háhýsi í Ísrael. Fengu leyfi til að setja upp þó nokkuð margar gáfaðar ljósaperur á einni hæðinni. Þetta var reynda merkilegt háhýsi. Þetta sama háhýsi og hýsir CERT í Ísrael. Bara önnur hæð. Síðan voru þeir 300 metra frá með dróna. Þessar gáfu ljósaperur, þetta forrital gerir hitt að breyta birtustigi, forrital til að láta stýrin til með til að hafa vekja fólk á morgnana með svona smá hækka birtuna eða tengja við hreyfiskynjar þannig að það slökkva ljósið þegar það fer út úr herberginu eða eitthvað slíkt. Voðalega sniðugt og voðalega gaman og voðalega meinlaust allt saman. Nema þessir aðilar ákváðu að gera eitthvað skemmtilegt. Eins og ég segi, þeir voru með dróna. Þeir létu drónan fljúga upp og að byggingunni og hofvera síðan fyrir utan glugga það sem var ljósapera rétt fyrir innan. Ljósaperurnar, þetta eru gáfaðar ljósaperur og þið munið þarna áðan þá var ég að tala Bluetooth og Bluetooth tengingar. Þessar ljósaperur tala saman Bluetooth og drónin, hann var með Bluetooth og drónin sagði, halló ljósapera, ég er með firmware update handa þér, ég er með nýrri útgáfa en það sem þú ert með. Og ljósaperan segir þetta, takk. Það eru óttalega blondínur þessar ljósaperur, skilji. Þannig að ljósaperan sótti firmware updateið. En þetta eru þetta snjöll ljósapera, snjöll blondínu, enga blondínubrandar hérna. Dóttir mér myndi ganga frá mér. Ljósaperan, hún hefur þetta samband við alla vini sín og kunningja, allar hina ljósaperurnar sem í nokkura metra fjarlægð og sendir þeim firmware update. Og að ég held 1 eða 2 mínútum voru allar ljósaperurnar á hæðinni komnar með þetta update. Og hvað gerði þetta update? Jú, eins og góðu update sæmir, þá byrjaði það að disabla update. Það ekki hægt að uppfæra ljósaperuna framvegis. Síðan, þeir hefðu þetta geta gert eitthvað svona frumstætt eins og bara slökkva ljósaperunum með eitthvað þannig. Nei, það sem þeir gerðu var að láta ljósaperuna blikka. SOS. Bíp, 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 stöðugt, non-stop. Þú gast skrúa ljósaperunu úr, stungin í aftur, einhvers þar annars þar, ekkert, hún bara blikkaði SOS. Það sem þetta þýðir rauninni dæmi það að það hægt að hakka hvað sem Það eru hluti sem hægt að hakka sem ennþá verri og eitt dæmi sem ég reynda myndist ekki á, það sem ég hafði ekki myndað því og hafði ekki nákvæmur upplýsingum módeli eða þannig. Það var tæki sem menn vilja nú helst ekki láta hakka. Það var hjartagangráður. Það eru slíkir sem hafa internettengingu. Þú getur aðalega til að senda frá sér upplýsingar og til líka til að stilla þá. Það er eitt þeirra sem þannig að ef þú ætlar að fara að hlaupa þá notar þú snjallsíma appi til að hækka aðeins svona hraðan á hjartagangráðunum til að svona aðeins meiri hlaupa getu. En það var hægt að hakka hann hjartagangráð, það var hægt að gera svona skemmtilega hluti. Ég skal vísu taka fram, hann var ekki í notanda þegar hann var hakkaður. Hann var bara á skrifborði. Það er að slökkva á honum, það er að sitja hann á stað á fullum hraða, eða það sem var sýnt fram að vera hægt að gera, það var að láta hann gefa notandanum 680 volta rafstuð. Bóða gaman. Takk fyrir.